og góðan daginn. Ég ætla að fjalla hérna Alapínu variantinn í Sigluvörn sem hefst með öðrum leik C3. Ég hef stundum kallað þetta skákskóla variantinn. Mér fannst svona full margir ungir skákmennir sín tíma úr skákskólanum leika C3 á móti Sigluvörn. En margir sem tefla Sigluvörn svart, það svona kemur svona stuna sko þegar þeir fá á sig C3. Mörgum finnst þetta leiðilegt en þetta getur svo sem alveg verið hættulegt líka sko. Ég hérna með einhverjum hugmyndir hvernig hægt að spæsa þetta aðeins upp á svart. Nú Rittar F6 náttúrulega algengur leikur í þessu og það alveg solid, en ef hvítur kann það vel þá getur verið erfitt að vinna skákirna sko. Það hérna ein hugmynd sem er D5 E-dreipur D5 og leika Rittar F6. Þetta það svona smá element of surprise í þessu fyrir þann sem er hvítt sko. Það þarf strax að fara að taka sjálfstæða ákvörðun og reyna að ákveða sig hvernig best að svara þessu. Það nú fjölmargir svarleikir, en það er best eins og alltaf að taka þetta bara lið fyrir lið. Nú D4 þá er bara best að drepa með rittar á D5. Við ætlum sem sagt að skilja bara sépið eftir í döðunum og fá svolítið gott spil fyrir peðið. Nú D-dreipur C5. Annar leikur er C4, því er svara svona. Og ef hann tekur á C5 þá bara að fara í uppskiptin og svartur ætti að ná í peðið með E5 fljótlega. Annar leikur er rittar A6, en rittar C6 er betri að mínum mati. Nú rittar F3 þá bara setur upp í D4 og svartur fær miðborðið eftir E5. D5, hann tefla svona. Og planið er að hrókera og drepa svo D5 og opna fyrir biskupnum C8 og svartur er ekki með neinn vandræði hér. Þannig að C4 er ekki leikur. Nú rittar F3 auðvitað solid option. Drepið þetta er með rittar og þá er E6 og svartur er engin vandamál hér. Setur upp í D4. Þetta að tefla svona. Þetta er svona eins og Pano árásinn nema hvítur er búin að drepa á D5 sko. Þannig að skulum baka. D-dreipur C5, E6, góð leikur. Undirbýr að drepa C5 og hrókera. Og B4 að halda í peðið. Annar leikur er C4. Og þetta er B4 sem eitthvað svona. Það er bara að drepa C5 og svartur stendur betur. Og A3 og B4 hér, þá er það bara A5, B5, rittar E5 og C5 beðið mun falla og það eru veikleikar í hvítstöðun og kóngurinn auðvitað á D-num. Þannig að það hefur ekkert upp á sig. Þannig að B4, hvítu vill hanga á peðinu. Það var A5 fýtleikur. Hér er einhver skák sem teldi svona. E-dreipur. Já, við sjáum að drottningin getur líka að fara á F6 fljótlega og
hrókurinn aðeinu mér í smá vandræðum. Skákið heldur svona, drapan á C5 góðleikur. Sjá með hann drepur á C6, þá það biskup B4 drottningin F. Drap á A5. Já, og hér var hvítur eitthvað utan við sig og fekk rittari B3 gefið. En hvítur með skítastöðu eins og sagt á góður íslensku. Þannig að já, þetta var hérna D4 og næst skoðum við aðra leið. Nú, hvað gerist ef svartur eða hvítur einfallega hangir á piðinu og leikur C4? Þá það E6, D-drepur E6, biskupdrepur E6 og svartur langt á undan í liðskipan og lykilatriði að halda hvítur niðri og leyfa honum ekki ná að leika D4 á góðum tímapunkti. Þannig að rittar F3, rittar C6, biskup E2, biskup E7 teltist skák. Það rauninni mjög margir möguleikar á svartan hérna. Biskup D6 getur verið möguleiki og G6 líka og jafnframt drottning C7 og löngkrókurinn. Þannig að það svona getur alltaf svona skarpar stöður. Biskup E7 hefur telst í skák hjá hollenskum alþjóðlegumeistara. Telti svona hrókering og í skákinni leik hvítur A3, þá kom drottning D7 telti svona og rittari D4 upprópunumerki og hérna átti svartur bara að leika B5 frekar en að drepa og hefði verið með betri stöðu. Já. Skulum baka. Nú ef B3 þá rittari H5 og við erum að stefna hérna með rittaran F4 og ef G3 þá kemur biskup F6, rittar C3, biskup H3, drottning D7 með taktísku hugmyndina að leika rittar F4 og það má ekki drepa út á drottning G4 og drottning G2 át og svartur með spennandi stöðu, síns mér og fulla bæti fyrir peðið þarna. Já, hann að biskup E7 alveg ágætisleikur gegn D-drepur E6 sko. Skulum baka. Nú, hvítur þarf náttúrulega ekki að drepa á E6 eftir E6, getur leikir rittari C3 E-drepur D5 það blir svona og segjum skák á B5 þá hérna einhver leið biskup D7 drottning E3, biskup 1-7 þetta í rauninni bara svona gerfi pressa hjá hvítum sko af því að svarti getur hrókera og þessi stað aðeins betur á svartan út af veikum peðum hann á C3 og A2 og svartur langt á undan í liðskipan. Við skulum baka. Rittar F3, rittar C6, biskup B5, biskup 1-7, rittar E5, hvítur ætlar að
reyna að refsa svörtum fyrir þessa tilrauna tafmennsku. Hér hrókering, skemmtilegu leikur, ég held að það aldrei telst, en þetta náttúrulega ekki algengu variantur. Og segjum riddari dreipur C6, þá hérna riddari B4, glæsilegu leikur, 2 próbunummerki, fórnum hérna hrók og fáum hann segir hættulega sókn í staðinn. Biskop A6, og ef hann leikur kongu G þá dreipum við A8 með riddar á D3 sem ógnarsterkur og hvítur getur ekki tengt kallana saman og hrókurinn fyrir vantilega á E8 og svo biskop H4 eða eitthvað svoleiðis. Nú dróning A4, þá kemur dróning B6 og ef kongu G þá það C4 upprópunummerki. Hóttum hérna máti á F2 og hann á hérna í biskupin, þá bara skiptum hann undir og leikurinn svo riddari D, það virkar alveg absúrt á mig. Það þurfa að leika svoleiðis leik. Já, ég sé bara að drepa þá A8. Dróning E4, þá bara drepa á C-num, kongu G, myndaflega svona. Þetta náttúrulega aldrei skrítin stað, en dróning dreipur C3, 2 próbunummerki. Dreipur með D-piðinu, þá skák og aftur skák og ná með drótninguna. Svo hún í A8. Biskop F3, já, valda E2-ritin. Þetta þá tefla svona, dróning D4. Svart stendur betur þó að sé skipta mun undir, þá biskupirnir algjörlega dominerandi hjá svörtum og C-pið fyrir að rúla af staða líka. Skulum baka. Ég myndi segja að það verið mjög ólíklegt að þessi staða komi upp í skák samt. Það hérna samt svona skemmtilega línur í þessu. Biskupur dreipur C6. Drottning, það eins og hvítur sé búin að plata svartan hérna sko. Það dreipur hér. Það þegar má ekki dreipa á C6 og sama gildir á D5 og tekið við E7. En ótrúlega eins að þá á svartur hérna biskup H4. Þetta mjög fyndið allt saman. Þá allt innu riddararnir dálítið asnalegir, hótum báðum riddarum og vinna kall tilbaka. Nú segjum dróning H5. Þá kemur hrókur E8 upprópunummerki. Það blir svona og biskop A6 sem bara tjaldið. Við hótum að dreipa á F-inum. Það ekkert sem hvítur getur gert við því sko. Ef ég kemur kongu D þá kemur líklega bara hrókur dreipur E3. Já. Bakka hérna. Nú riddari C7. Það líklega skásta sem hvítur getur gert. Það bara tekið hrókurinn 8.
Ok, þetta eru mislitaði biskupar og hvítur peð yfir en biskupin á C-num, hrókurinn á A-num og að mínum að þetta er svartu með aðeins betra. Svartu getur leikir hrókur E8 næst og svo bara fara með hrókinu E2. Ég sé ekki nefn vandamál hjá svartum. Þannig að þetta var svona skemmtilega línur í þessu. Já, og þá förum við næst yfir hérna biskup B5 skák og drottningaleikina hérna, dronning A4 skák til dæmis. Nú, biskup B5 hefur telst í Bundesligunni meðal annars. Skák hjá Zoom Sandi og Emanuel Berg með svart. Ég ætla að mæla þetta með rittari D7 en biskup D7 líka option eitthvað svona við myndum tefla svona rittari C6 og svartur alveg svona með bætur en rittari D7 svona meira krefjandi framhald þetta C4 held ég örugglega eina leiðin fyrir hvítan að reyna að hanga peðinu. A6 biskup er upp D7 teldist, segjum biskup A4, þá kemur B5 upprópunarmerki og það svörstum í hag þegar staðan opnast upp og getur telt svona, setur upp B5, rittari upp D5 og það alltaf hugmynd í þessu með að fara með rittarann á B4 og þá D3 ritturinn hansi juicy fyrir svartan og rittari F3 þá kemur rittari C upp B6 með bætum fyrir peðið. Svartur líklega að fá hérna biskupparið og líflegt spil sýnist mér. Já, hann drap á D7 í skákinni og Emanuel Berg draf með drottningu, biskup upp D7 var líka möguleiki og í skákinni var ekki D4 en skulum skoða aðra möguleika, rittari C3 þá E6 og segjum B3 hrókering rittari 1 og 2 og B5 og svartur með biskupar og sterkt frumkvæði fyrir peði og miklu betri liðskipan og kongurinn ennþá í einum svartur með fulla bætu fyrir peða mínum að því. Rittari F3 það bara sama, E6 það byrst mjög svipa. Já, hann legg D4 sem líklega dubious E6 uppröfnumerki. Nú ef hann drepur á E6 þá tekið bara C4 og svartur búin að vinna peðið tilbaka og með biskupar. Rittari F3 var leikið, E3 upp D5, hrókering, D3 upp C4, upphrópunarmerki. Skákinn teldist drottning E2. Nú ef hann hefði leikið hrókur E1, það telt svona. Og hér má svartur hrókira sko, af því að það ekki onni á E7 út af hrókur E8 og
alltaf máta hann í borðinu. Já, hann leggur hann G2, biskup E7, D-trippu C5 og svartur 5 með kónginn í skjól og hérna leggur hann dróning D5 og skiptir bá drottningum og hrókur D biskup E6 upprápunumerki og ef svartur næri C5 beðinu þá er hann bara með biskupar og þægilegri stöðu. Og í skákinn leika hann rittari B4 hann Emanuel Berg en það var ekkit að því bara dreipa á B5 og leika biskup B6 með svona langtíma betri stöðu út af biskuparinu. Og skulum bara skoða hvernig það fór. Hrókur F1 og rittarinn var sterkur þarna og svo fór þetta hérna í eitthvað endatafl þar sem svartur vann að lokum. Ég ætla ekki að fara mikið lengri yfir þetta en þetta er bara svona sína hugmyndirnar í rittari D7. Þá er komið að dróning A4 skák. Ég ætla bara að mæla með hérna rittari B-7. Biskup D7 kemur líka til greina. Það er alveg solid option sko. En ég ætla að halda með þennan leik. Nú C4, haldi í peðið. E6. Það er líka til hérna alltaf svona flippað framhald hérna B5 en það er náttúrulega alltaf lágata dróning dreipur, hrókur B8 og E6 hrókur B6 kemur líka til greina þó að svartur þessi tveimbyðu myndir og leika síðan E6 já, E6 D-tripur F-tripur E6 dróning E7 líka option rittar F3 biskup D6 biskup 1 og 2 þetta er bara svona útudúr sko. Og rittari C3 getur verið bestur hérna en ef hvítur leikur dróning C2 þá getur þetta farið svona og F2 rittarinn aðeins veikur flott combination hérna og biskup G3 já þetta er auðvitað svona draumórar ef allt vinnur með svörtum en E6 er það sem ég mænir með dreipið F-dreipur nú dróning E7 geti hugsanlega komið til greina tefla á svona einhvern megin þetta er G4 algjör líkileikur þarna hann á að skipta upp á einum biskup þarna var skák sem teltist hjá okkur 2300 stemunum sem endaði jafntefli já, staðan líklega bara svona jafnvægi svartum með biskupar en peðin undir en já, eftir E6
skákinn David Howell, Ivan Ivansevich teldi svona. Hrókering, H3. Hvítum hefur örugglega verið svolítið illa við að svartu gett verið með þetta á G4. En hann eyðir náttúrulega tíma í eina leik. Riddari F5. Og þá er hugmyndin að fara biskupin hér og C6. Biskup 1-3, biskup D7, dronning C2. En í skákinni leik svartur riddari C6 sem er sennilega ekki best. Ég ætla að mæla með hérna riddari C6 nýjung. Það geti tel svona riddari F3, E5, biskup 1-2 og þá plöntuðu við riddaranum á D4. Og förum næst með biskupin á C6 og með síni svartur hafa fulla bætu fyrir P hérna sko. Þannig með biskupparið opna línur, betri liðskipan og svo framvegis. Þannig að riddar F6 hérna í fjórðaleik, það er áhugaverð option sem getur aðeins svona kreita tilveruna í frekar þurrum alabín varianti að mínum mati. Ef það er eitthvað ungir skákmenn að hlusta á þetta þá myndi ég alltaf mæla með eða tefla E4 með hvít að tefla riddar F3 frekar og æfa sig í opnum stöðum og sikilega vörn er eiginlega líka það er skemmtileg byrjun að það er hálfgeir sóun að tefla alabín en ég vona þessi ekki að móðga neitt þarna úti. Takk fyrir í kvöld.